Góðan daginn og velkomin á þennan fund okkar hérna, Samfylkingarinnar í beinni sem við höfum verið með þessa fundi núna vikulega í nokkra vikur og fengið góðar viðtökur, þakkum kærlega fyrir það og kannski byrjaði að segja núna bara gleðilegt sumar. Það var síðast þegar við vorum með svona fund, þá var ennþá vetur og maður segir að sumarið hafi allan að komið hérna mjög skarpt og vel til okkar hérna á Suðausturhorninu og ég vona bara allt land að það sé komin sól og sumar sem flestum, en það veitur okkur ekki af í þessum efnahagsstrengingum sem við erum að horfa fram á og sum okkar eru nú þegar að upplifa. Það eru auðvitað ótrúlega margir sem hafa þegar misst vinnuna eða komnir á hlutabætur og alls konar og við höfum verið að ræða það á síðustu vikum og hvernig við höfum að bregðast við. Samfylkingin er auðvitað á vaktinni, sveitarstjórnum allt land og þingi og við leggjum okkur fram að heyri fólki og leggja fram tillögur sem að geta mætt þörfum fjölskyldna og fyrirtækja á sem erfiðu tímum. En þess vegna fannst okkur einmitt kjörið að fá hér núna fulltrúa stúdenta þar sem að ungt fólk er auðvitað stór hluti af íbúum Íslands sem betur fer, þá erum við nú heppin með það. Og Jóna Þórey Pétursdóttir, forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands, þú hefur verið utul í umræðinni undanfarna daga stöðu stúdenta og það bara hvernig þessi mál horfa við ykkur og mér finnst það ótrúlega mikilvægt. Ég sjálf hefur svolítið hugsað til þess að í kreppunni síðast þá voru þeir sem eru stúdenta núna kannski 10, 11, 12 ára og núna 10 ára síðar þá upplifum við þetta aftur og þeir eru kannski jafnvel að útskrifast úr háskóla eða eru í háskóla. Ég sá að þið gerðu könnun á meðal ykkar stúdenta í háskólanum. Hvernig kom hún út? Hvernig horfir þetta svona við stúdentum, þetta ástand núna? Já, takk fyrir að bjóða mér hingað að ræða þessi mál. Þetta er mjög mikilvægt og við erum einmitt búin að, eins og þú segir, að reyna að koma þessu að í umræðinni. Við fórum einmitt af stað í miðjan mars með fyrstu könnunina og þá vorum við að einblína á líðan stúdenta af því að óvissan var mjög yfirþyrmandi á þeim tímapunkti þarna í kringum 20. mars og margir voru að leita til okkar á skrifstofu Stúdentaráðs með bara gríðarlegar áhyggjur af framhaldinu, bæði varðandi þá námið og síðan fjárhagsstöðu og svo framvegis. Og við fórum svona fyrst og fremst í að kanna líðan stúdenta á þeim tíma og niðurstöðurnar voru mjög sláandi. Það var í kringum 60% stúdenta eða svo sem að merktu líðan sína undir 5 á skalanum 1-10 og svo var í kringum 2/3 sem að merktu líðan sína eða sagt kvíða 7 eða hærri á skalanum 1-10. Þannig að meiri hlutin var bara frekar svona, óttaslegin er hægt að segja og það var líka meiri hluti stúdenta sem að sagðist upplifa mikla streitu sem myndi hafa áhrif á námsframvindu og við gátum nota þetta í rauninni í svona samskiptum okkar við yfirvöld skólans og stjórnvöld skólans af því á þessum tíma var aðalega verið að hugsa svona námsframvindu og námsmat og hvernig náminu öll yrði háttað og Háskóli Íslands allavega bætti í geðheilbrigðisúrræðin sín þannig að það var svona komið ágætlega til móts við okkur þar en síðan héldu náttúrulega fjárhagsáhyggjurnar svona áfram að vaxa hjá stúdentum og þá fórum við með seinni könnunina af stað sem að var send út núna í byrjun apríl og þá kom í ljós að yfir helmingur stúdenta er með fjárhagsáhyggjur á stigi 6 eða hærra. Foreldrar eru með langmestu áhyggjurnar og þeir sem eru í leiguhúsnæði. 40% stúdenta voru án atvinnu í sumar samkvæmt þeirri könnun og fjórðungur stúdenta sem var í sumarvinnu eða komin með sumarvinnu var búin að missa hana á þessum tíma. Þannig að það var bara byrjað að draga verulega saman þegar kemur að atvinnu tækifærum fyrir námsmenn strax í byrjun apríl. Og þess vegna fórum við bara í það að taka saman okkar kröfur, hvernig blasir þetta við okkur og við lögðum fram 12. apríl bara okkar einn aðgerðapakka. Við vildum bara hvað vildum við sjá ríkisstjórnin að gera og þar ber auðvitað hæst bara að tryggja stúdentum atvinnuleysisbætur af því að stúdentar eru eini hópurinn sem að er vissulega vinnandi og greiðir tryggingagjald af sínum launum og svo framvegis en hefur engan rétt á atvinnuleysisbótum. Og eru þess vegna án þessa fjárhagsöryggis sem aðrir landsmenn eru með. Við vildum líka sjá aðgerðir sem að myndu sporna gegn atvinnuleysi því að stúdentar vilja vinna. Við spurðum í könnuninni, myndirðu vilja fara í sumarnám og framfleyta þér á LÍN og það var bara 9% sem sögðu já við því. Þannig að það var ekki mjög aðlaðandi kostur, fólk vill vinna. Þannig við vildum líka sjá einmitt skapa
stjórnvöld skapa vinnu fyrir stúdenta og svo erum við búin að leggja fram tillögur varðandi lánasjóðinn, tillögur varðandi háskólann, skrásetningargjöld, frítekjumarkið hjá LÍN. Það alls konar hluti sem þarf að breyta því að það flókið að vera stúdent í dag og það eru margir ángar á þessu öllu saman og við erum búin að góðu samskiptum við félagsstofnun stúdenta varðandi stúdentagarðana. Þau tóku mjög vel í tillögur sem ég bar upp þar og stjórn félagsstofnunar stúdenta á hrós skilið fyrir sín vinnubrögð í þessu. En þetta blasir rauninni bara þannig við að það eru mjög margir í mjög erfiðri stöðu og fólk búið að leita til okkar bara ég sé ekki fram á að geta greitt þessi skrásetningargjöld ef ég fæ ekki vinnu í sumar eða framflytta mig næsta haust. Þá þarf ég bara að segja upp námi og skrá mig á atvinnuleysisbæturnar, þú veist. Þannig að fólk að námsmenn sem eru námsmenn núna hafa mjög miklar áhyggjur. Þessi vanlíðan eða hvað maður að segja og þessi kvíði og svona, þetta mjög sláandi og eins líka að fólk sé ekki með vinnu í sumar því ég veit að það eru eitthvað sem skiptir stúdenta mjög miklu máli þegar hann margótt bent á það að framfærslan á vegum Lánasjóðs íslenskra námsmanna kannski ekki, það ekki háar tekjur þannig að margir að ná inn tekjum á sumrin til þess að framflýta sér. En nú eru komin fram hann einhverja tillögur störf í sumar. Það eru auðvitað ekki nægilega margir. Ef maður horfir á fjöldi, ég var eitthvað að reyna að telja saman hérna á Hagstofunni, það væri 41.000 mann sem væri, þú veist, í framhaldsskóla, háskóla eða framhaldsnámi. Auðvitað kannski ekki allir þeir að leita á sumarstarfi en 3.000 störf, ég veit ekki. Það eru einmitt í kringu 13.000 í Háskóla Íslands og rúmlega 17.000 námsmenn í háskóla. Ef við tölum ekki þeir sem eru 18 til 19 tvítugs í framhaldsskólum, þá eru við komið helmingin á framhaldsskólanum inn í þann pakka líka. Og ef við miðum við könnuninu okkar 40% námsmanna, þá það 5.000 cirka á háskólastiginu öllu. Það í Háskóla Íslands held ég. 7.000 á háskólastiginu öllu, sem væru án atvinnu. Og þar með þessi sumarstörf að grípa 3.000 af þeim. Sem gott og vel, þú veist, það hlutaði sem við báðum en það ástæða fyrir að við báðum þessi atvinnuskapandi úrræði samhliða atvinnuleysisbótum. Af því að það þarf að tryggja fjárhagsöryggi allra. Og ég fæ bara að koma eins inn á það varðandi atvinnuleysisbæturnar að það stendur í 77. grein stjórnarskrár Íslands að öllum sem þess þurfa skal tryggður með lögum réttur til aðstoðar vegna atvinnuleysis. Og ég held að þörfin hafi aldrei verið meiri en núna hjá stúdentum. Og þá á þeim bara að vera tryggður þessi sami réttur til aðstoðar vegna atvinnuleysins og aðri landsmenn. Það svona áherslan okkar eins og Þannig að það þannig núna að þú ert stúdent, þú fær ekki vinnu í sumar, það ertu bara án framfærslu. Já. Og það auðvitað kannski kemur niður á því hvort þú getur síðan hafið nám aftur. Algjörlega, og það kemur bara niður á því hvort þú fyrir nauðsynjum og þínum útgjöldum og segjum að þú sért foreldri sem að dettur lendir milli skips og bryggju þarna eða einhver sem á almenna leigumarkanum og ert að greiða heiminn á að leiga því að sá markaður eins og hann hér, þá þetta bara mjög erfið staða fyrir mjög marga og það alveg ástæða fyrir að við erum að ganga frekar hart fram með þessar kröfur og það gott að það hafi verið varið þarna 2,2 milljörðum í sumarstörf fyrir námsmenn en það þýddi ekki að hamingjuóskir sem að ég fekk og allt þetta klapp á baki fyrir að hafa staðið okkur vel, fyrir að hafa náð þessu fram. Það þýðir ekki að maður vilji taka því bara, vilji taka því bara og láta þar við sitja. Það ástæða fyrir að við erum að leggja fram þessar kröfur og það bara því að aðstæður stúdenta eru mjög erfiðar. Akkurat. Ég sá það þriðjungur háskólanema með börn á framfæri þannig að það mjög eðlilegt að því sé að tala þann hóp sérstaklega og ég get rétt ímyndað mér hvernig því fólki líður ef það horfir fram á enga framfærslu. Akkurat, og sá hópur búin að lenda kannski hvað verst í líka varðandi námsmatið af því að þau bara hafa ekki tækifæri til þess að sinna náminu eins og staðan núna. Af því að börnin eru bara búin að vera heima. Það búið að loka skólanum þannig að aðstæður þeirra til þess að sinna náminu eru búin að vera teknar af þeim og svo eru búin að vera verkföll, skilur ég, í Reykjavíkurborg og svo eru búin að vera stefnir mögulega í verkföll í Kópavogi, eða þú veist, þannig að þetta fólk alveg frekar örvæntingafullt akkurat núna. Hvernig staðan með það? Hvernig hafa tilslaganir verið núna? Því nú hefur auðvitað verið kannski erfitt fyrir mjög marga að sinna námi undanfarið og hvernig horfið þið fram á? Haldið þið lánunum
óbreyttum. Er þetta allt á hreinu? Ég var að reyna að skoða þetta í gær og heimasíðu LÍN og mér fannst þetta mjög ógreinilegt. Það svolítið óljóst ennþá hvernig LÍN ætlar að fara að þessu, en þau eru búin að gefa það út að það verði tilslakanir á námsframvindu sem að þýðir bara það að þú þarft alltaf að skila inn að þú hafi lokið ákveðið mörgum einingum til þess að fá námslánið þitt eftir önnina. En þau muni ekki taka mið af einingum núna, heldur bara staðfestingu á skólavist. Þannig að þú þarft í rauninni ekki að ná öllum prófunum þínum til þess að fá námslánið þitt eftir önnina. En hvernig staðfesting á skólavist verður háttað það eftir að koma í ljós og síðan Félagsstofnun stúdenta með stúdentagarana búin að gera slíkt hið sama eftir að við báðum þau það að gefa alveg eftir allar einingar þessa önn, þannig fólk ekki í hættu á því að missa húsnæði sitt núna sem á stúdentagaranum þar að segja. Við hefðum auðvitað ekki stjórn á almennilega markanum hvernig það verður ef þú verður af tekjum og svona. En þannig að LÍN og FS eru búin að gera tilslaganir þar og svo HÍ búið að breyta sín námsmatinu þannig að ef að þú þarft að taka prófin, þú þarft alltaf að klára sko, en ef þú ert síðan óánægður með niðurstöðuna eða einkunnina þá getur þú breytt henni í staðið. Þannig að þá dregur það ekki meðaleinkunnina þína niður. Þannig að það svona þeirra tilraun til þess að koma til móts við þessar aðstæður. En það í rauninni þannig að fólk þarf að klára nám sitt sko, í HÍ allavega, en svo eru alls konar útfærslur sem eru búin að vera í gangi í hinum ýmsu háskólum bara. Já, þetta mismunandi eftir háskólum. Þetta er það sko, og eins og í HR þá var hægt að ákveða fyrirfram hvort þú bara sleppir lokaprófinu og fáir staðið og það þá í flestum tilfellum þannig að það mjög mikið af námsmatinu búið að fara fram á önninni, en það kannski minna af því í HÍ, meira stærri lokapróf þar en þá. En það eitthvað sem að stúdentar eru búin að berjast fyrir í háskólasamfélaginu að breyta námsmatinu. Já, þetta sé meira svona smám saman, þannig að þetta sé ekki svona einhvern veginn stóri 80% lokapróf, 100% lokapróf, þú veist þetta. Akkurat. Þessi menning. Ég lærði í Svíþjóð á sínum tíma, þannig ég ákvað bara að fara inn á sænska lánasjóðinn og sjá hvernig þeirra væru og þar var þetta einhvern veginn allt svo skýrt og skúrinort að bara ef þú hefur ekki komist í skólan vegna COVID, ef þú hrættur að smitast af COVID, ef skóliðin hefur lokað, ef skóliðin hefur dregið úr námsframboði, það bara var einhvern veginn, þetta var alltaf hreinu, það voru bara svona Q&A, þú veist, allar mögulega spurningar sem stúdentar hefði og einhvern veginn framfærslan alltaf tryggð. Og þannig að það má nú oft líta til Svíþjóðar fyrirmyndir og við gerum það náttúrulega oft gjarnan í samfylkingunni. Algjörlega, og við erum búin að gera það aðeins núna í stúdentarráði líka, það til dæmis engin skrásningagjöld og það alls konar svona sem að vel gert í Svíþjóð sem að maður taka til fyrirmyndar. Akkurat. Það nú eitt af því sem þið hafa verið að tala núna, þessi skrásningagjöld. Þetta þrándur í götu fyrir fólk sem að fara í háskólana. Algjörlega. Hvað þetta há upphæð og hvernig kemur hún niður á stúdentum? Þetta 75.000 krónur núna og það var náttúrulega til umræðu á þessari önn að þau eru hækkuð í 104.000 sem tæp 40% hækkun, en við fórum á fund með menntamálaráðherra og fengum staðfestingu á því að það yrði ekki gert fyrir næsta skólaár. Og það var áður en þessi faraldur fór af stað, en þetta þannig að þú ert að greiða þetta eins og þá myndir þú þurfa að greiða þetta fyrir 4. júlí og fólk núna ákveða ætla ég í nám næsta skólaárið, bæði út af því að stúdentagararnir eru að byrja að úthluta núna 1. maí. Það bara þannig að fólk að ákveða sumarið sitt og ákveða haustið og reyna að koma svona fyrir sér hvernig framtíðin verður. Þannig að fólk svolítið að þurfa að taka ákvörðun 75.000 kallinn núna. Þetta auðvitað stór upphæð fyrir mjög marga og sérstaklega námsmenn sem eru almennt ekki í því að vinna fyrir sér sem svona megin svona lífsviðurværi, þeir eru námsmenn fyrst og fremst. Og við erum bæði bara búin að vera að skoða þetta sko út af þessari umræðu hækkun, þá fórum við bara ofan í hvaða lög gilda skrásningagjaldið, hvaða reglur gilda skrásningagjaldið og köfuðum almennilega ofan í þetta. Og samkvæmt lögum opinbera háskóla þá má þetta gjald ekki standa undir kennslu eða rannsóknum. Og við skoðum þá bara reglur háskólans, hvað þetta gjald að renna í, og þar eru gjaldliðir eins og prófgæsla, skipulag kennslu, rekstur kennslusviðs, sem að vekur spurningar þetta ekki hluti af kennslu, því að halda upp í kennslu og bara hefðbundnum rekstri Háskóla Íslands. Og að því búnu þá vorum við svona á því að það bara fá úr þessu skorið og við erum búin að senda kvörtun til umboðsmanns Alþingis til þess að fá svar við þessu, gjaldið löglegt eins og það stendur í dag. Og
svona umfram það að við viljum fá þessu svarað, þá það bara þannig að núna þegar COVID skellur á, þegar fólk ekki með sumavinnu og þegar fjárhagsáhyggjurnar eru svona miklar og þegar við viljum gera menntun aðgengilega að því að vinnumarkaðurinn í ákveðnu lamasessi, þá þarf að okkar mati að fella niður þetta gjald og ríkið þarf bara að styðja við menntun og styðja við sem sagt bara þekkingasköpun í landinu með því að koma til móts við háskólana og þetta tæpur milljarður fyrir Háskóla Íslands ef að stúdentar myndu ekki greiða þetta og það ætti að koma frá ríkinu í staðinn. Í staðinn. Eru skráningargjöld í aðra háskóla líka? Já, það í alla opinbera háskóla, skráningargjald. Ég þekki ekki hvernig þessu skipt í einkareknu skólana en mér skilst að það sé hluti af því sem fer náttúrulega í skráningu nemandans einhvað síður, þú veist, að því sem að þau greiða í skólagjöld. En það ákveðin misskilningur í þessu varðandi skólagjöld og skrásningagjöld, en svona tala maður alltaf skrásningagjöld þegar maður tala opinbera skólana, sko. Já, en þú fær ekki lánað fyrir þessu, þannig að þetta eitthvað sem þú verður að útvega þér sjálfur eða eiga fyrir og þú fær heldur ekki námslán fyrir bókakostnaði. Hvað hafið þið skoðað hversu hár kostnaður það fyrir stúdenta núna? Það mjög misjafnt. Ég meina á fyrsta árinu mínu í lagadeild þá var þetta einhver 80 skall sem ég þurfti að punga út fyrir bækur fyrir eina önn. Eina önn. Hin önnin var 60 skall. Ef ég ætti að kaupa allt nýtt skilur, en það þetta skiptibókamarkaðar og fólk að reyna að komast í gegnum þetta einhvern veginn öðruvísi sko, kaupa notað og svona. En þetta þetta gríðar mikill kostnaður fyrir mjög marga og já, síðan varandi sko skrásningagjöldin að fá ekki lánað fyrir þeim. Það þetta eitthvað sem þyrfti líka að breyta sko og sérstaklega við ætlum að tala að þau nálgist 100.000 kall. Þá það alveg bara galið að það sé ekki lánshæft og svo auðvitað þannig að fólk á að geta sótt endurgreiðslu til stéttarfélagana sinna en námsmenn eiga engu að síður að vera að horfa á nám sem vinnu þannig að þau eiga ekki að vera að vinna þannig að þau ætti ekki að eiga þessi réttindi hjá stéttarfélaginu þannig að svona, það alls konar svona sem hægt að tala í þessu og þú veist skrásningagjöldin, jú þú getur fengið þetta endurgreitt frá stéttarfélaginu en það bara ekkert allir sem að eiga þann rétt eru búin að vinna nógu mikið til þess að eiga þessi réttindi inni. En það eitthvað sem að stúdentar búið að vera að ræða við stéttarfélagin sko hvernig maður safnar sér upp þessum réttindum og hvernig þau geymast af því maður vinnur síðan 3 mánuði ársins 3-4 og svo maður í námi og svo þegar maður kemur inn næsta sumar þá öll réttindi þín þurrkuð út sko og þú að byrja upp á nýtt. Þannig að það eitthvað sem við erum líka að vinna í sko, búin að gera á þessu ári, byrjaði bara þessu ári. Akkurat, og ef maður að koma beint úr framhaldsskóla, kannski ekki, veist, já, þetta svolítið sérstakt að þetta sé ekki hluti af því og ef maður horfir á það að maður vilji einhvern veginn tryggja að allir geti menntað sig, allir geti farið í háskólanum, þá þetta vissulega, þetta eru háar upphæðir og fyrir fólk á lágum launum þetta mjög háar upphæðir. Já, og bara jafnrétti til náms sem búið að vera svona megin þráðurinn í stúdentarráði síðustu 3 ár. Það bara skrásningagjöld rýma ekki við það. Nei. Og já og það að stúdentar eigi ekki rétt á atvinnuleysisbótum rýmar heldur ekki við þá hugsjón. Nei. Af því að það að gera það verkum að sumir að sjá fram á það bara ég veit ekki hvernig ég á að sinna náminu mínu næsta haust, ég á engan pening til þess að lifa. Nú einhvern veginn umræðan sko kjör og aðstæður stúdenta og lánasjóð íslensku námsmanna, þetta einhvern veginn alltaf svo samtvinnað, maður alltaf að horfa á hvernig hægt að tryggja það að fólk geti menntað sig, noti þess, helst það auðvitað hræðilegt að fólk upplifi ekki veljiðan á þeim tíma sem það að fá að nýta til þess að mennta sig í því sem það hefur helst áhuga á. Sko hvað geti lánasjóðurinn gert meira til þess að styðja við það, bæði það að væri jafnrétti til náms og líka bara í þessum aðstæðum sem eru núna, eitthvað sem að þið hafi verið að leggja til sérstaklega fyrir lánasjóðin? Já, við erum með nokkur atriði varðandi lánasjóðin og eitt sem við erum búin að vera að tala fyrir síðan 12. apríl að námslánin sem að stúdentar eru búin að sækja núna fyrir þessa önn séu greidd út bara núna strax. Þetta virkar þannig á lánasjóðunum að þú færð ekki lánið þitt fyrir eftir önnina þegar þú ert búin með alla önnina sem þú varst að fá lánað fyrir. Og það ætti að vera miðjan eða seinnipart maí en við erum búin að vera að biðja að þeirri dagsetningu verið flýtt þannig að fólk bara fái peningin í hendurna núna af því að samkvæmt könnunin okkar, til dæmis þessari seinni könnun, þá var 11% stúdenta sem að sá ekki fram á það að eiga fyrir útgjöldum sínum núna þessi mánaðamót. Þannig að bara strax núna fólk í vandræðum og það þá hægt að bara greiða það námslán út núna strax. Og síðan erum við búin að vera tala frítekjumarkið af því að
Það núna 1,3 milljónir á ári fyrir skatt sem þú mátt sem sagt vinna þér inn án þess að lánið sem þú færð verið skert. Og ef að þú kemur á vinnumarkaði þá þetta frítekjumark þrefaldað sem þá 3,9 milljónir. En það dugar mjög skammt, sérstaklega þú ert að koma að vinnumarkaði og búin að vera á vinnumarkaðum lengi, að þú megir bara hafa unnið þér inn 3,9 milljónir á ári án þess að lánið sem þú færð verið skert, framfærslan sem þú færð verið skert. Þannig að það þarf bæði að sko sérstaklega kannski núna leggja áherslu á það að hækka þetta frítekjumark til þess að auka aðgengi inn í háskólann fyrir fólk sem að koma að vinnumarkaði og vilja verða stúdentar og vilja koma inn í menntakerfið núna, en líka flýta greiðslu námslánanna til þess að fólk hafi peninga í höndunum núna bara strax og geti þá séð fyrir sér fyrr. Þú ekki skuldsetja sig frekar hjá bankunum, það það sem fólk að gera sko, fólk að lifa á yfirdrætti þangað til að færa námslánið sitt. Þangað til að færa námslánið, já, akkurat. Og svo kemur einhver stopp á því, hvað það hægt að tegja það langt. Já, nefnilega. En það auðvitað háir vextir á því líka. Jú, algjörlega. Og það að sko yfirdrætti og svona lán hjá bönkunum séu hluti af því að námslánakerfið okkar gangi upp náttúrulega bara galið. Og við alveg verið að tala fyrir því lengi að námsláni vera greitt út mánaðarlega til námsmanna í staðinn fyrir að vera greitt út svona eftir önnuna. Já. Þetta kannski eitt af því að ég sá að það var einhverju beinaði til bankana í síðustu kreppu þá gekk mikið út að bjarga þeim og nú getur þeir lagt eitthvað að mörkum. Já. Þetta kannski hluti af því að þeir getur aðeins milda kjör sín til stúdenta sem eru núna að reyna að ná endum saman. Algjörlega sko. Já. En auðvitað það eitt af því sem talaður núna að fólk sem að mögulega missa vinnuna að það nýti þá tækifærið og mentir sig meðan við komumst í gegnum þessar efnahagsstrengingar. Og það þarf auðvitað að tryggja að fólk geti fengið til þess stuðning því að fæstir sáu nú þennan faraldur fyrir. Nei. Ég hef ekki hitt hann ennþá sem að sá það og hvað þá þessar efnahagsstrengingar sem að virðast fylgja kjölfarið. Þannig ég hefast nú að fá margir hafi verið að leggja fyrir hugsanlegu, sko það ekki hægt að ætlast til þess að fólk hafi séð þetta fyrir sér. Sko. Akkurat, þannig að þó þú varst með tekjur yfir 3,9 milljónir þá þýðir það ekki að þú getur allt í einu framfleytt þér bara í námi í kjölfarið sko. Og það hluti að opna háskólakerfið og háskólastigið að hækka þetta frítekjumark, margfalda það í rauninni, það nauðsynlegt, fella niður skrásneyðingjöldin til þess að allir sem að vilja geti farið inn í háskólann og tryggja stúdendum atvinnuleysisbætur í sumar til þess að geti framfleytt sér þá meðfram í haust. Og þessar atvinnuleysisbætur mega ekki vera telja inn í þetta frítekjumark hjá LÍN. Það alveg grundvallaratriði á okkar mati. En til þess að opna háskólasamfélagið og gera það vel, þá þarf líka að fylgja fjármagn til háskólans. Af því að við erum í rauninni, og það búið að vera svona meginlínan að ég tel innan háskólans að við erum bara að stíga upp úr ákveðnu undirfjármögnunar tímabili rétt núna. Sem að var undirfjármögnunar tímabili sem að kom í rauninni í kjölfar hrunsins. Af því að það fjölgaði gríðarlega námsmönnum á háskólastigi og það fylgdi þeim ekki fjármagn. Þannig að þetta var sem sagt fólk sem kom inn með bara aðrar námsþarfir og aðrar svona, voru bara öðruvísi námsmenn en þessi hefðbundi námsmaður sem kemur úr framhaldsskóla og það bara leggur ákveðið álag á stjórnsýsluna, það leggur álag á kennara og svo framvegis og það var bara mikil fjölgun á nemendum án þess að það var aukið við fjármagn við háskólastigið og það bara rétt einhvern veginn svona komast í jafnvægi á þetta allt saman núna og ef að það á að verða þannig að fólki geta sótt sér þessa menntun og bara gengið inn í háskólakerfið og gert það vel, þá þarf að fylgja fjármagn til háskólastigsins. Og til þess að þetta svona, já, það kom ekki niður á gæði náms, til þess að þetta sé bara gert eins vel og mögulegt þá þarf alveg aukið fjármagn. Og við erum alveg auðvitað búin að vera styðja kröfu háskólans og berjast fyrir því sjálfa að OECD-markmiðinu verið náð og það svo sem gott sem komið, en þá Norðurlandamarkmiðið eftir og það alveg svolítið langt í það, að okkar mati of langt í það. Þannig að það það öllum ljóst að háskólakerfið undirfjármagnað, en sérstaklega núna þarf að ráðast í aðgerðir og fjármagnun til þess að mæta svona þessum aðstæðum. Þannig að háskólarnir geti tekið á móti fleiri nemum og við getum einhvern veginn komið þá sterkari kannski út úr þessu tímabili sem þjóð því að þetta háskólamenntun fjárfesting þjóðarinnar. Akkurat. Og það hagur okkar allra sem flestir einhvern veginn mentir sig í því sem þeir vilja og geti búið til ný verðmæti þegar það kemur. Algjörlega. En það það kannski líka íslenskir nemar hafa gjarnan sótt í háskóla á Norðurlöndum. Þeir eru betur fjármagnaðir. Það er ódýrara, það ekki þessi skráningagjöld eða skólagjöld og
og það einhvern veginn, já, það kannski bara þessi ástæða. Þeir hafa líka bara betra fjármagn til þess að ráða til sín kennara og hafa svona þessi umgjörð utan stúdentana heldur en Háskóli Íslands hefur. Já, og það bara mjög aðlaðandi auðvitað að fara út í nám og allir eru hvattir til þess að sækja sér einhvers konar menntun erlendis og allt það, en þegar það verið að fara að horfa á sko háskólan hér og bera það saman við háskólan úti, þá verður maður einmitt að hafa það í huga hvað gerir skólan samkeppnishæfan og það á meðal eru skrásetningargjöldin. Það minna aðgengi inn í Háskóla Íslands og opinbera háskóla hér heldur en annars staðar af því að það ekki þessi hindrun sem skrásetningargjald. Þannig að það algjörlega eitt af þessu sko. Já, akkurat. En svo líka bara hefur maður séð hvernig sko Háskóli Íslands hefur getað búið að kennurunum sínum og allt það. Þetta allt eitt pakki sko. Þannig að ég veit að þetta frábær skóli. Já, algjörlega. Og að standa sig gríðarlega vel. En það þarf auðvitað að búa vel að þessu menntunarstigi. Þannig að við getum verið stolt af. Og við höfum alveg stutt það í Samfylkingunni og lagt á það áherslu að háskólastigið sé vel fjármagnað. En sko, já, þessi skráningargjöld og þessi kvörtuningar til umboðsmanns Alþingis, hvenær haldið þið getur fengið svar við því og svona, hvernig fer það fram? Eru þið í sambandi við umboðsmann og meðan á þessu stendur? Eða þetta alltaf svona einhvern veginn? Já, akkurat. Þetta auðvitað þannig, nú ég búin að vera í 100% starfi sem forseti stúdentaráðs, þannig ég get ekki sendt kvörtun inn í mínu nafni eða nafni stúdentaráðs, þetta þarf alltaf að vera einstaklingur sem kvartar. Og það var þá í nafni framkvæmdastýru stúdentaráðs sem við sendum þetta inn og hún þá bara í samskiptum með mitt og fær svona update frá umboðsmanni bara hvað í gangi hverju sinni og það búið að senda fyrsta erindið til háskólans núna sem bara spurningar til háskólans málið og ætlast til þess að þeir svari og háskólinn búin að biðja frest og allt þetta, þetta tekur auðvitað 12 mánuði, 18 mánuði, hvað veit maður, það ekki ég býst ekki við að þessu verið svarað í minni tíð, þá ég bara mánuði eftir. En þetta eitthvað sem þarf að fylgja eftir næsta ár og mögulega næstu 2 ár til þess að bara fá úr því skorið hvort að gjaldið eins og í dag og þeir kostnaðarlegir sem að gjaldið á að standa undir standist lögum opinbera háskóla. Og það þá þannig að það má ekki fara í kennslu og rannsóknir. Þannig að núna umboðsmaður bara með þetta erindi og að rannsaka það hvort að þetta standist og þið viti bara ekkert hvenær svarið kemur. Nei, maður veit það í rauninni ekki. Það á þetta vera svona, það þessi meginregla í stjórnsýslunni málsfræða og allt það, en þetta auðvitað flókið og það þarf að bíða eftir svörum frá HÍ og þetta já. Þannig að maður veit það svo sem ekkert hvenær þetta skýrist, en ég mjög spennt að fylgjast með þessu áfram. Já, akkurat, já, oft gaman að lesa þessi álit frá umboðsmanni og þetta mun örugglega vekja athygli sama hver niðurstaða að verður. Algjörlega. Ég var aðeins að vera að velta fyrir mér sko, þetta með geðheilbrigði háskólastúdenta og þetta eins og þú sagðir áðan í könnunin ykkar, þetta náttúrulega hvað 40%? Hvað sagðirðu? Já, þetta nær sko 2/3 sem eru að merkja kvíða á stigi 7 eða hærra á skalanum 0-10. Sem mjög mikið. Það rosalega mikið. Og ég hef séð að þið eru að kalla eftir, þið hafa verið að kalla eftir lengi, ekki bara núna, heldur auknu stuðningi við geðheilbrigði stúdenta og það náttúrulega þetta Hugrún, félag nemenda í háskólunum sem hefur verið með bara fræðslu geðheilbrigði. Hvernig staðan og af hverju er þetta svona erfið ár? Hvað það sem gerir þessi ár svona þung fyrir stúdenta? Hvað gerir þessi ár svona erfið og þung? Það að ég held sko þessi vítahringur sem að mjög margir stúdentar eru í sem að þú ert að vinna fyrir þér að því að lín dugar ekki en svo færði lína því þú vilt ekki vinna of mikið og þá skerðist línlánið þitt en svo ertu líka að reyna að sinna skólanum sem 100% nám og svo ætlar að eiga þig félagslíf og fjölskyldu og svo langaði helst eiginlega að vera búin að flytja heiman en þú kemst ekki alveg að hjá stúdentagörunum þannig að þetta svolítið svona skrítið umhverfi og skrítnir tímar fyrir fólk sem að eiga að vera svona drauma árin og bara á að vera þessi geggjuð ár fyrir alla sem allir svona minnast og þeir eru komnir seinna á lífsleiðinni en ég held að það sé þessi vítahringur bara fjárhagsstaðan skrítin og erfið og ekki fullnægjandi stuðningur sem þú hefur miklar áhyggjur af og þú þarft að vinna fyrir þér með námi eins og staðan núna hér. Við í stúdentaráði erum sko búin að vera bara síðustu 3 árin í ákveðnu geðheilbrigðis átaki og því hefur verið svarað bara frekar vel af Háskóla Íslands. Þau
bættu við fjármagni í geðheilbrigðismálum 20 milljónir og bættu enn frekar við það fjármagn núna á þessu ári. Þau eru búin að ráða 2 sálfræðinga til viðbótar við þann eina sem var starfandi. Það var 1 sálfræðingur starfandi í hálfu starfi fyrir 3 árum síðan í 13 manna skóla og það er búið að fjölga þeim upp í 3 sem ágætt en við erum að horfa til skóla eins og í Bandaríkjunum þar sem að viðmiðið er 1 sálfræðingur per 1000 nemendur. Þannig að við erum hvergi nærri hætt í stúdentaráði þó þetta sé að ganga vel og það er búið að fjölga meðferðarúrræðum, það eru svona hópmeðferðir í boði, hópmeðferðir og sálfræðiráðgjöf, klínískra sálfræðinema. Þannig að það eru ýmis úrræði svona komin til núna sem eru að nýtast vel og það er eiginlega bara alltaf fullt í þau en það er alltaf, þrátt fyrir að fjölgun sálfræðinga, þá er alltaf langur biðlisti í einstaklingsviðtöl. Þannig að, og þau kosta náttúrulega bara einhver 1200 kall eða svo minnir í Háskóla Íslands hjá sálfræðinemunum en eru frí hjá sálfræðingunum. En svo er það bara þannig að með vitundavakningunni sem að þessu fylgir, því meiri eftirspurn verður eiginlega af því að fólk er bara, já, ok, það er sálfræðingur til staðar og ætlar að fara að bóka tíma, þá eru ennþá fleiri búin að átta sig á því að hann er til staðar og það lengjast biðlistarnir. Og svo er það náttúrulega bara þannig að stúdentar hafa ekkert efni á því að fara í 14-16.000 króna sálfræðitíma út í bæ, að kaupa sér sálfræðiþjónustu þar. Biðlistarnir á heilsugæslunni eru gríðarlega langir, þannig að það er bara ekki nóg framboð af þjónustu, geðheilbrigðisúrræðum fyrir ungt fólk eins og en þrátt fyrir að það sé hérna frumvarpinn og þingju að gera sjúkratryggingar og sálfræðiþjónustuna samtvinnaða og það eru að ég held þingmenn úr öllum flokkum skráður fyrir því frumvarpið þá hreyfist það ekki. En það myndi gera mjög mikið fyrir ungt fólk af því að við komumst ekki í þessu úrræði út af fjárhag og kannski bara allir þeir sem eru fjárhagslega illa staddir þurfa á þessu frumvarpi að halda og þessari þjónustu að halda sem mjög óaðgengileg eins og Akkurát og þetta er kannski svolítið líka hérna einhvern veginn, þetta er svo skrítið einhvern veginn hvað telst til sjúkratrygginga og hvað ekki. Þú veist, ef þú ert að vera til tannlæknis þá er það einhvern veginn fyrir utan, alls konar svona hlutir sem að og hérna andleg veikindi eða vanlíðan að það sé ekki einhvern veginn krankleiki sem að teljast til þess að þú getur leitað hjálpa með það. Það er eitthvað sem við með í Samfylkingunni höfum oft verið að benda á að er skrítið og getur undið upp á sig. Af því oft þegar fólk getur talað með einhvern snemma í ferlinu og fengi bjargaráð og þá verður vandinn miklu minni. Akkurat og við erum búin að tala um það líka í stúdendaráði að forvarnir og inngrip snemma eru svo mikilvægur partur af því að koma í veg fyrir til dæmis bara kostnað þá í heilbrigðiskerfinu í framhaldinu. Og háskólarnir eru svona síðasti staðurinn sem þú getur náð til svona stórs hóps í einu og við höfum bæði þá verið að tala um við erum bara að sjá framtíðarsýnin okkar er heilsugæsla á háskólasvæðið bara að fá heilsugæslu á háskólasvæðið þar sem að þessi sálfræðingar myndu vera og sinna háskólanemum. Það var gerð könnun á þessu 2011 sem var birt eða rannsókn réttara sagt af starfsfólki Háskóla Íslands og prófessorum þar bara á því hvort að stúdentar sæju þörf á því að hafa sérstaka heilbrigðismóttöku fyrir háskólanema og stúdentar voru bæði á því að já, það er þörf fyrir slíka heilbrigðismóttöku. Já, ég myndi sækja mér hana ef hún væri veitt af nemum, klínískum nemum undir leiðsögn bara sérfræðinga og það var eiginlega hvort það var meirihluti þeirra sem að meirihluti erlendra nema, það var alltaf stórt hlutfall, ég man ekki tölunar, stórt hlutfall erlendra nema sem að vissi ekki hvernig það ætti að sækja sér svona heimilislæknisþjónustu og heilsugæslu og svo var margir sem að komu utan á landi sem að voru án heimilislæknis á höfuðborgarsvæðinu af því að þeir voru ennþá með skráðan heimilislækni í sínu bæjarfélagi og allt það. Þannig að það var þörf á heilbrigðisþjónustu og sérstaklega heilbrigðismóttöku fyrir háskólanema og það er eitthvað sem við erum búin að vera að vekja athygli á þessu ári, búin að koma því á framfæri við stjórnvöld skólans líka hvað með að búa til bara base fyrir klínískt nám á háskólasvæðinu sjálfu sem að þjónustar líka nemendur. Akkurat, mér finnst þetta mjög góð tillaga frá okkur og eitthvað sem við getum klárlega að skoða áfram hérna á Samfylkingunni að auðvitað ætti að vera þannig. Ég meina, nú eru erlendir nemar nokkuð margir, þeir eru ekki einu sinni allir með framfærslu frá LÍN og við höfum einmitt orðið vör við það í sveitarfélögunum veit ég að einhverjir þeirra hafa verið að leita til þeirra þar sem þeim er sagt upp vinnunni sem þeir hafa framfleytt sér með til þess að geta stundað nám á Íslandi og þar af leiðandi eru þeir framfærslulausir.
Algjörlega og erlendir nemar einn hópur sem búin að koma einmitt hvað verst út úr þessu. Það er kannski sá hópur og foreldrar sem eru búin að eiga hvað erfiðast í þessum aðstæðum sem eru núna. Og svo ég tala nú fyrir hönd barna, af því ég svolítið langt sinni ég var barn, en fyrir hönd þeirra sem komið úr að landi, því ég man það sjálf þegar ég flutti hingað til að fara í háskólanám og ég hef heyrt í mörgum síðan að allir þessi sem búa heima mömmu og pappa og það er einhver annar sem fær af þér og þú fær mat og að þetta alls ekki búið fyrir alla sko. Alls ekki. Og þarna er mjög mikil mismunun í rauninni sem að sumir þurfa bara að sjá sig alveg og aðrir ekki. Ég sé ofta að það tala það að fólk verður bara að flytja aftur til foreldrana og búa þar aðeins lengur. Akkurat. En það er alls ekki fyrir alla sko. Nei, alls ekki og það er einmitt þannig að þú veist, það er líka það sem við erum búin að vera að tala að bakland fólks svo misjafnt og stúdentar eru mjög bara, þetta er ekki einsleitur hópur. Þannig að það þarf að vera þetta fjárhagsöryggi sem að vera best tryggt með atvinnuleysisbótunum en ekki þannig að ef þú komst ekki að í sumarnámið eða sumarstarfið eða hvað sem það er sem í boði þá ertu að flytja aftur heim. Því það er það sem að gerast, fólk er að missa húsnæði og það er að missa svona sín tækifæri á því að eiga fyrir sínum nauðsynum sjálf. Já, sem er auðvitað það sem er hluti af því líka að vera í háskólanum, kannski að vera svolítið sjálfstæðari svona. Akkurat, þetta eru þau ár sem að þú svona feta þig sem fullorðin fyrst, komin úr framhaldsskóla samfélaginu og komin í háskóla samfélagið og þá eru að gera kröfu til þín og þá er þetta orðið svona aðeins öðruvísi. Akkurat. Og svo bara ertu algjörlega án fjárhagsstuðnings. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem við getum þá mögulega tekið með okkur líka úr þessu samtali okkar að við búum vel að háskólastiginu og við búum vel að nemendum á þessum tíma sem þeir eru að mennta sig. Við getum tryggt þeim þessa framfærslu þannig þeir lendi ekki í þessum vítahringa því að þetta eru auðvitað mjög mótandi ár. Þessi, þú ert rúmlega 20 og 30 ára og en þetta er líka sá tími sem er mest álag og áhyggjur sko. Álag og áhyggjur, þú veist það er líklegast þú verður fyrir ofbeldi á þessum árum, þú veist það er alls konar svona hlutir sem að geta sem að koma utan á það líka þannig að en þetta eru auðvitað fram til landsins alltaf. Það er algjörlega og fjárfesting í háskólastiginu og fjárfesting í stúdentum er bara fjárfesting í framtíðinni og þetta eru auðvitað misjafnt eftir kannski námsleiðum og svona, ég meina hjúkrunarfræði nemar eru að upplifa sko kulnun í námi og svo erum að sjá alveg bara svona sumar námsleiðir þurfa miklu meiri stuðning, aðrar þurfa kannski ennþá aðeins minni en stúdentar sem heild þurfa bara meiri stuðning heldur en verið að gefa þeim núna af ríkisstjórninni. Já, akkurat. Það er eitt af því sem ég sá mitt í Svíþjóð þegar ég var að skoða þetta í gær að þeir hafa hvatt nema í heilbrigðisstéttum til þess að koma bara inn og vinna núna og það muni ekki dragast frá neinum lágslánum eða neitt sko. Það bara allir hjúkrunarnemar bara endilega komið og hjálpið okkur með þetta. Já, því að þau hafa svo mikla orku í það eftir þessa önn. Nei, ég segi svona. Já, akkurat. En sko við í Samfylkingunni höfum verið að reyna að skoða þetta að sjálfsögðu erum alltaf á vaktinni svo ég byrjaði og við og Guðmundur Andri og allir þingflokkar Samfylkingarinnar lagði fram á þingi í gær svona drauga þingsályktun sem á eftir að fara í umræðu á þinginu og þar voru þessi þættir sem við höfum kannski svolítið rætt meira segja núna, þú veist, að tryggja námsmönnum rétt til atvinnuleysisbóta í sumar sem eru auðvitað þannig að þeir séu ekki framfærslulausir af því að það er ekki eins og þannig að nemar hafi rétt á neyðaraðstoð sveitarfélaga af því að ef þú ert í lánshæfu námi þá í rauninni hefur ekki rétt á þeirri aðstoð heldur sem er eitthvað sem við þurfum líka að ræða. Við töluðum líka það að aðgengi námsmanna að geðheilbrigðisþjónustu verði bætt. Þannig að við höfum aldrei einmitt fundið með ungum jafnaðarmönnum og fleira þar sem við höfum verið að tala þetta því að þetta geðheilbrigði ungs fólks er eitthvað sem við bara sem þjóð verðum að horfast í augu við, finnst mér, og okkur. Og síðan á námsmenn sem að sóttu nám erlendis á voran 2020 getur sótt endurgreiðslu á ferðakostnað til Íslands af því að fólk var náttúrulega bara hvatt til þess að fara heim, fólk sem var komið erlendis og að þeir sem að ekki gátu þá loki önnum í erlendum háskólum fái þá það lán sem að þeir fái það niðurfellt þannig að þeir beri ekki skaða af þessari og það er kannski eitthvað sem að þið í stúdentar að Háskóli Íslands eru ekki að spá í af því þeir eru náttúrulega ekki í námi erlendis en ég get ímyndað mér að þetta sé líka stórt áfall fyrir marga sem eru búin að spara fyrir flugmiða og koma sér upp húsnæði og allt það í öðrum löndum. Nokkuð fannst mikilvægt að ávarpa það í þessari þingsályktunartillögu og síðan eru þið með að starfsnám iðnnema verði tryggt og það er auðvitað eitthvað sem er líka mjög mikilvægt. Ég veit ekki hvort að er samstarf á milli
Námsstiga eitthvað, já, þið eru náttúrulega með svona samtök. Já, landssamtökin taka aðeins á þessu sko en ekki, það er svona aðalega búið að vera svona helst í fókusin hinga til búið að vera kannski hvað mest sko varðandi verknám. Já. Af því að það er svona stærri hópur stúdenta sem er í því, bæði þá kennaranemar eins og líka læknanemar, hjúkrunarfræðinemar og svona þetta er búið að hafa aðeins áhrif þar, þannig að það er svona helsti slagurinn sem við höfum þurft að taka hinga til. En varðandi sko námsmennina erlendis, þá er það einmitt ekki búið að vera fókuspunkt hjá stúdentaráði, en það er búið að vera fókuspunkt hjá SÍNE, samtökum íslenskra nema erlendis og LÍS. En þetta rímar mjög vel við sko, það sem að Erasmus er að gera varðandi skiptinemana. Þannig að Erasmus-prógrammið það sem sagt mun svona, láta þetta ekki hafa fjárhagsleg áhrif á þá sem voru erlendis í skiptinámi en þurftu að kalla þær heim og svo framvegis. Þannig að það er svona megin línan hjá þessum evrópsku samtökum sem eru búin að vera í því að koma sinna skiptinámi og því. Þannig ef að nemar eru komnir út, búin að hefja nám, að þeir geti þá bara gert það aftur, án þess einhvern veginn að þurfa aftur að fara að safna fyrir þessum startkostnaði sem vissulega er. Já, algjörlega. Af því að það eru auðvitað kostnaði fyrir það. Já, það er gott, þá getum við vísað það. Þetta er í rauninni bara svipað á Erasmus er að gera. Og þetta með iðnnemenn náttúrulega, það er bara, við sáum það í kreppinu, það þurfti að fara handvirkt inn í að tryggja þar væru pláss. Það er alltaf að tala um að það vanti fólki í inngreinum, þá það vantar smiði og kokka og þú veist það vantar en svo þarftu náttúrulega að hafa tækifæri til þess að læra til þess að geta útskrifast. Akkurat. Þannig að það er auðvitað það sama og eflaust líka það sem að ykkar námi að þið þurfið auðvitað að fá að vinna til þess að ná þeim hluta námsins. Síðasti punkturinn hérna var í rauninni styrktarsjóður til rannsókna fyrir eldir. Við höfum haft mikinn áhuga á nýsköpun, þróun, þessi sköpun og þessum að fólk fái tækifæri til þess að rannsaka og búa til eitthvað nýtt, einhverja nýja þekkingu. Hvernig hafið þið verið að leggja áherslu á þetta í Stúdentaráði? Já, við höfum verið að hugsa sko, að því að það er búið að efla þetta nýsköpunarsjóðinn 400 milljónir samtals núna, en við höfum verið að horfa til þess að öðruvísi nýsköpun en þessi svona hefðbundna rannsókn verði líka efld. Þar að segja í kannski samstarfi við eins og fyrirtæki eins og Icelandic Startup sem við eigum í mjög góðum samskiptum við að því að Stúdentaráð heldur úti nefnd sem er nýsköpunar og frumkvöðla nefnd Stúdentaráðs sem er í rauninni í samstarfi við Icelandic Startups og þau kunna á allt sem tengist svona hröðlum og sem svona viðskiptahraðlar, þar sem þú tekur hugmynd og fer með henni í gegnum ferli og á endanum er kannski komin einhver pródukt út úr því. Og stúdentar þekkja þetta fyrirkomulag mjög vel og hvernig svona hlutir virka og að efla slík nýsköpunar tækifæri fyrir stúdenta væri mjög góð viðbót við það sem að ríkisstjórnin er búin að bjóða upp á nú þegar. Og við svona höfum líka verið að tala við sko doktorsnema og þeir kalla í rauninni eftir því að fé í grunnrannsóknir verði tryggt í meira mæli heldur en hefur verið. Að það sé í rauninni ekki nóg innspýting sett þangað eins og er. Þannig að það er líka eitthvað sem við höfum verið að tala um og komið að framfæra yfir stjórnvöld. En nýsköpun og þessi áhersla er klárlega hluti af okkar áherslum sko. En við værum til í að sjá hana á svona breiðari grunni og með kannski ennþá fjölbreyttari hætti og þá kannski sérstaklega varðandi grunnrannsóknirnar og síðan önnur nýsköpunar úrræði verði efld líka til viðbótar við þessa sjóði. Einmitt, það er mjög alltaf svo spennandi þetta þegar vísindasamfélagið mætir fyrirtækjunum, þú veist það sem að þessi þekkingar og sköpun verður, það sem að vandamálin einhvern veginn sem að fyrirtækin eru að fást við eru leyst í samstarfi við bestu þekkingu hverju sinni. Akkurat. Við höfum verið að skoða þetta líka mikið núna hjá Reykjavíkurborg, þar sem ég er, hvernig við getum einhvern veginn kalla eftir hugmyndum á lausnum frá úr þekkingargeiranum og gjarnan frá stúdentum, gjarnan frá einhverjum sem eru þá með einhver svör við því sem við erum að fást við og ég held að það við megum ekki einhvern veginn bara leggja árar í bát og bíða þá til þetta gengur yfir. Við þurfum auðvitað að vera að koma sterk inn og koma okkur í gegnum þetta. Já, og ég held að geti komið eitthvað jákvætt út úr því. Þú veist, að búa til eitthvað svona verkefni þar sem að hugmyndir eru fengnar inn og það er bara hraðall settur í gang og svo er mögulega komnar fullt af lausnum í kjölfarið. Já, sem við erum þá tilbúin með þegar við komast út úr þessi ástandi sem að maður svo sem veit ekki ennþá alveg hvernig verður en ég vona innilega að það verði betra ástand þegar
auðvitað sem fyrst eins og allir, en þegar þið sem að upplifðu kannski kreppuna sem börn og því að það var alltaf að hugsa hvað áhrif hefur þetta á börn og ég sagði hvað áhrif hefur þetta ef þetta verður aftur núna? Sko ég var einmitt á þessum aldrei 14, 15 þegar þetta var síðast og ég bjóst alltaf við að maður myndi upplifa eitthvað aftur á lífsleiðinni en ég held ekki að það verði núna. Nei, ekki 10 ára seinna. Það er frekar skrítið. Já, en við komumst í gegnum þetta, en ég finnst þetta mjög góðar ábendingar og bara góður umræður og verið gaman líka að fylgjast með þér sem formaður stúdentarráðs og Röskvu sem eru auðvitað svona, við horfum alltaf til Röskvu í Samfylkingunni, fyrst þau vera svolítið svona tengd okkur og dáumst að ykkar árangri og þetta var þessi árangur núna, þú ert að fara að láta störfum sem formaður stúdentarráðs og Svo breytti forseti fyrir 2 mánuðum síðan. Forseti, já, akkurat. Það er ennþá að venjast. Já, ég er ennþá að venjast, sko. Ég er náttúrulega, forseti stúdentarráðs, við erum komið forseta líka ungra jafnaðarmanna, þeir eru svo, duglega að taka mennina alls þar út, unga fólkið, en fólk að minni kynslóð ólst upp í Vigdísi Finnbogadóttur sem var alltaf með þetta konur eru líka menn. Já, algjörlega. En það er það. Þið náðu frábærum árangri daginn. Eru þið ekki stolt og glöð? Serðu þið ekki pínu sem árangur erfiðisins af því nú eru þið búin að vera alveg fylgt dugleg? Já, ég var náttúrulega oddviti Röskvu 2018-19 áður en ég tek við sem forseti núna 19-20 og það eru þetta maður getur sagt að, þú veist, Röskva tilnefnir mig síðan sem forseta stúdentarráðs og ég er kjörin, ég er reyndar einróma kjörin sem ég var mjög ánægð með á sínum tíma en síðan gerist það þetta að við vorum að vinna þá sögulegan sigur. Við erum búin að vinna í rauninni sögulegan sigur 3 ári í röð Röskva. Fyrst þarna með 2/3 meirihluta sem að hafði aldrei gerst áður, svo 2/3 meirihluti og með meirihluta á öllum sviðum skólans, það eru 5 svið og svo núna er þetta 3/4 meirihluti. Þannig að það er ákveðin árangur fyrir Röskvu og það er alltaf svona hvetur í rauninni Röskvu áfram sem svona meirihluta fylking í stúdentarráðum að það sé áherslunar séu réttar. Þú veist, þetta sé, málefnin séu sem að verið að leggja áherslu á eru þau málefnin sem að stúdentar vilja sjá í brennideplinum. Þannig að það er ákveðin svona, klapp á baki, gott að hafa séð það, en það er auðvitað öllum úr öllum stjórnmálaflokkum velkomið að vera með í öllu starfi. Það er algjörlega þannig. Jú, auðvitað. Og ég veit að það eru líka alveg samfylkingafólk í vöku og allt það, en við horfum alltaf svolítið til ykkar. Það var auðvitað margir af leiðtogum samfylkingarinnar komið úr Röskvu, þannig að það er kannski ekki líka þess vegna sem að við fylgjumst alltaf með stúdentapólitíkinni. En gaman að bara að fá þið hinga til þess að segja okkur frá þessu öllu. Ég veit að þið hafið auðvitað verið að leggja áherslu á margt annað sem við hefum ekki talað um. Þið hafið náttúrulega staðið að ótrúlegri uppbyggingu íbúðarhúsnæðis með félagsstofnun lagt áherslu á það. Við í borginni höfum verið að vinna með stúdentarráði í alls konar og þið hafið lagt fram alls konar varðandi samgöngur og ýmislegt fleira loftslagsmálin sem við getum ekki náð að ræða núna sem eru auðvitað ótrúlega spennandi að horfa til loftslagsmálana við uppbyggingu samfélagsins núna og ég veit að staði fyrir þessum mótmælum og ég veit ekki hvað, þannig við hefum örgulega getað að tala saman í marga klukkutíma. Algjörlega, það búið að vera svo viðburðaríkt og árangursríkt ára, ég get ekki komist yfir þetta á heilum degi, ég þurfti marga daga að tala allt sem ég hef búin að vera að sinna og standa að en bara takk kærlega fyrir að fá mig, nýti hvert tækifæri til að koma málum stúdenta á. Já, það er bara frábært. Er eitthvað svona sem að þú myndir vilja segja að lokum? Eitthvað sem að þú, Að lokum, já. Einhver ráð til okkar í samfylkingunni eða okkar, já. Það er í rauninni mitt bara þetta að gleyma ekki unga fólkinu og að fjárfesting í þeim er fjárfesting til framtíðar og það má ekki verða þannig að það sé einn þjóðfélagshópur sem stendur utan þeirrar aðstoðar sem að ríkið veitir vegna atvinnuleysis, en það er staðan núna. Gleymum ekki unga fólkinu, ég held að það sé nú bara ótrúlega góð lokaorð og auðvitað enginn standi fyrir utan bjargráð samfélagsins því það er sama hvort það er ríki eða sveitafélag, það á auðvitað enginn að vera án framfærslu og það er auðvitað algjörlega óásættanlegt ef að við búum þannig hnútana hér á Íslandi að einhverjir bara verði fátækir úr þessum hremmingum sem við erum að gangi gegnum. Það er fólk nú þegar í fátækt, það er óþolandi en við megum alls ekki fjölga þeim sem í því búa. Og sem er kannski ágætis lokaorð því en framöndan er 1. maí. Við munum auðvitað ekki geta fjölmennt í kröfugöngur og kaffi eins og venjulega en það verður eitthvað spennandi að gerast í samfylkingunni þá. Við auðvitað bara höldum áfram að berjast fyrir betra samfélagi allstaðar og ég hvet fólk bara til að kynnast þessa þingsályktunartillögu samfylkingarinnar og auðvitað baráttumál stúdentarráðs og
Landssambands íslenskra stúdenta sem að hefur líka verið auðvitað að senda frá sér og bara þakka kærlega fyrir þennan fund og fyrir spurningar og vangaveltur ykkar sem eru að horfa. Takk fyrir það og bara gleðilegt sumar aftur.